Það rosalega mikið af vettvangsferðum í alls konar áföngum, ekki bara í hönnunarkúrsum. Við lærum mjög mikið vistfræði og jarðfræði og förum í alls konar vettvangsferðir tengdar því. Svo erum við líka inni í stúdíói að hanna, en námið hefur bara verið ótrúlega fjölbreytt og skemmtilegt. Mest stúdíóin skemmtilegust, hönnunarstúdíóin, þegar við sitjum og erum að koma með svona okkar hugmyndir á framfæri. Þeir eru samt líka alveg mismunandi eftir hvar maður stattur í náminu. Þannig að maður hefur verið að fara alveg úr einkagarðinum og upp í stór masterplön sem hefur líka verið mjög skemmtilegt að finna svona hvar mitt áhugasvið liggur í því, og það hefur eiginlega bara svona breyst eftir því sem maður færist áfram í náminu, sko. Fyrsta önnin er rosa mikið af handteikningum, en það er líka rosa gott að byrja að venja sig á tölvuna strax á fyrstu önn. Ég myndi allavega að mæla með því. Þú græðir bara á því að ýta þér aðeins áfram og koma þér aðeins út úr kassanum. En við lærum mjög góðan grunn í handteikningu. Fyrir við getum alls konar kúrsa sem eru alveg frá vatnsmálun og upp í tölvuteikningu. Þú þarft að eiga góða fartölvu sem að styðst við sérstaklega stærri teikniforritin sem eru þá Autodesk forritin sérstaklega ef maður ætlar að fara í þann pakka. Við fáum aðgang að Autodesk forritunum hjá skólanum sem eru þá CAD-ið og Revit-ið. Það er líka svona renderingarforrit hjá skólanum í boði Twilmotion. Það er líka í skólatölvunni, en maður getur ekki treyst á það að vinna öll verkefni sín í skólatölvunni. Það er bara að þú ert að vinna mikið heima. Og svo með Adobe þá getum við keypt aðgang að því í gegnum skólan á miklu ódýrara verð heldur en ef maður kaupir það bara sjálfur.